Sælt sé fólkið og velkomin með mér í Klettur. Nú það hefur eflaust ekki farið fram hjá ykkur í sumar að nánastu hverja einustu helgi einhver staðar á landinu bæjar hátíðir og stundum fleiri en ein og fleiri en tvær. Og nú komið að héraðsmönnum að halda sína hátíð eins og þeir hafa reyndar gert undanfarin ár undir nafninu Ormsteiti, hvað annað. Og já, þegar héraðsmenn taka sér til þá dugir sko ekki ein helgi í skemmtanahaldið. Nei, það þarf eina 10 til 11 daga. Nú á föstudaginn fara Egilsstaðamenn að skreyta bæinn, hvert hverfi fær sinn lit og síðan verður heilmikið karneval á laugardaginn og laugardaginn verður líka hátíð í Möðrudal. Og við skulum bregða okkur í heimsókn þangað. Þetta að vísu 2 ára gömul upptaka en það hefur ekkert breyst á fjöllum. Bregðum okkur í heimsókn heim í Möðrudal. Við ætlum reyndar að koma aðeins við í Vegaskarði fyrst. Reyndar sumir eldri menn kölluðu þetta skarð alltaf Gunnuskarð, en látum það liggja á milli hluta. Ó ástin mín ljúf, hvar ylur þíns hjarta, þó kostin sé vís, ertu köld eins og ís. Þetta Gunnuklettur eða Gunnuskúti, hvað heldur sem menn vilja nú kalla þetta. En þessi klettur í Vegaskarði sem á milli Möðrudals og Víðidals. Nú sagan segir að í Víðidal hafi eitt sem verið vinnukona sem ætlaði að gleðja unnusta sinn og útvegaði sér brennivínskvartil frá Vopnafirði og lagði af stað með kvartilið úr Víðidalnum gangandi. Hún hreppti aftakaveður og komst aldrei nema hér upp í skarðið, skreið þá inn í skútan og þar bar hún beinin. Þarna fannst hún svo sumarið eftir og var þá ekkert eftir nema beinagrindin, en það kom í ljós að það var önnur beinagrind inn í beinagrind Gunnu. Þannig að það ljóst að Gunna hefur ekki verið kona einsömul þegar hún var hér úti. Nú sögusagnir segja að hér hafi vegfarendur orðið varir við draugagang forðum og þar átti Gunna að vera á ferðinni. En nú fara menn svo hratt hér skarðið að þeir verði ekki varir við neina drauga. Draugarnir hreinlega náðum ekki. En á lögum há ást okkar tveggja. Jæja, þá erum við komin í Möðrudal og hérna þær ennþá gömlu heiðvinnuvélarnar sem voru í sveitinni í gamla daga. Mér finnst það hreinlega hafi verið í gær sem að þessar vélar voru í notkun með hesti og hestum fyrir. En það var Jón Stefánsson sem lengi bjó í Möðrudal sem byggði kirkjuna sem við sjáum hérna aftan við mig. Byggði hana hreinlega með eigin höndum og hann málaði líka altaristöfluna og fór létt með. Þeim skal ég gefa 7 tunnur rauðaguls, 7 sinnum það sagt mér, syngi þetta vessi hver. Þeim skal ég gefa 7 tunnur rauðaguls, 7 sinnum það sagt mér, syngi þetta vessi hver. Forfaðirinn Jón Stefánsson sem bjó lengi hér í Möðrudal, frægur fyrir söng í kirkjunni, byggði þessa kirkju á eigin höndum í orðsins fyrstu merkingu. Syngur líka? Nei, ég alveg, þetta er ekki erfst, allavega ég ekki byrjaður en þeir segja svo sem að Möðrudalingar byrja ekki að syngja eða mála fyrir að vera 60, ég verð bara að sjá til hvernig það verður. Þegar nýr vegur var lagður yfir Möðrudalsöræfin fyrir nokkrum árum, þá sögðu margir, já það þýðir ekkert að vera lengur með ferðaþjónustu í Möðrudal. Nú Vilhjálmur Vertnason var á öðru máli og hann og kona hans reka nú hér myndarlega ferðaþjónustu. Reynslan góð og ferðaþjónustan rauninni bara miklu skemmtilegar eftir að vegurinn var færður. En við byrjuðum náttúrulega þegar árið sem vegurinn var færður og þetta orðið miklu skemmtilegri ferðaþjónustu í dag, miklu skemmtilegri. Þið hafið bætt heldur betur í. Já, hvað það í raun og veru sem þið bjóðuð upp á? Við bjóðum upp á veitingasölu, gistingu, svo erum við með tjaldsvæði og svo erum við með dagsferðir í Öskju, Kverkfjöll, gönguferðir og Herðubreið og reynum að þjónusta ferðamann í afþreyingu hérna á svæðinu. Og nóg að gera? Það búið að vera mjög gott að gera, síðustu ár og sumar búið að vera mjög gott. Verið allan sólarhringinn? Já, þetta náttúrulega bara vertíð. Þetta náttúrulega heldur stutt vertíð en aðalvertíðin svona 3 mánuðir og það voru langir dagar. Þeir sem stoppa það meira Íslendingar en útlendingar? Það eru svona, held ég, rétt 90% eða rúmlega 90% útlendingar sem við erum eða sem eru okkar kúnnar. Ormsteitið framöndan, hvað verður á dagskrá hjá ykkur í tengslum við það? Það náttúrulega þessi hefðbundna Möðrudalsgleði, það sem dagskrá allan laugardaginn.
byrja með gönguferð og svo messa og kaffi hlaðborð og svo náttúrulega það sem Möðrudalsgleðin snýst að það að mála hætti Stefáns Stórvalls og við verðum með á annað 100 trönur sem að gestir og gangandi mála, fá pensla og pappír og málningu og mála herðubreið og svo verður náttúrulega haldin sýning af verkum undanfarinna ára. Svo grillhlaðborð og útitónleikar og ball framöndu morgun. En það verður sem sagt stemning forfeðranna í Möðrudal á Ormsteiti? Já, ekkert svo sem forfeðranna, bara alla sem vilja koma. Það hefur komið og málað og borðað og skemmt sér hérna með okkur. Það eru allir velkomnir. Sjösunum það sagt syngi þetta versi hver, þeim skal ég gefa sjötun rauða gull. Sjösunum það sagt syngi þetta versi hver, þeim skal ég gefa sjötun rauða gull. Sjösunum það sagt Sjösunum það sagt Já, alltaf gaman að koma í Möðrudal. En fyrst við erum annað borð byrjuð að vísu þeirra á fjöllum, þá er best að fara gamla veginn, austur yfir fjallgarðana og renna við í Sæmundarseli. Alltaf gaman að koma þar við. Ætli fyrirmyndin að Bjarti í sumarhúsum hafi búið hér í Jökuldalsheiðinni. Það skyldi nú aldrei vera. Hugsanlega var Bjartur í sumarhúsum til í öðrum hverjum Íslendingi í upphafi síðustu aldar. Það þurfti dálitla sérvisku og hörku til þess að byggja heiðarbílinn á Íslandi. Hérna í Sæmundarseli í Jökuldalsheiðinni hefur bærinn verið endurbyggður eins og hann var þegar hér var búið. Þessi bæir sem er verið að sýna eru svona bustabæir sem voru sýslumannssetur og prestasetur og þetta er svona meiri almúga bær sem bara venjulegir Íslendingar fjölskylda átti og þetta er svo sem ekki merkileg bygging en samt góð. Svona var þetta? Svona var þetta. Hvað finnst þér fólk undra sig mest á? Hvað kemur fólki mest á óvart þegar maður sér þegar skoðar bæ? Kannski fólk vonaði að sé í rauninni þó nokkuð mikið verra því að það hefur náttúrulega lesið það að menn voru alveg í torfi en þarna er þó búið að klæða en reyndar lifði fólkið sem bjó hérna í Sæmundarseli ekki lengi við það. Alltaf sé ekki bara eitthvað rétt eftir 1920 sem að baðstofan er klædd innan. Þannig að það er svona það sem það spyr mest þegar það gengur hér bæinn. Hér stóð bær með burstir 4, hér stóð bær á lágum hól, hér stóð bær sem bensku minning, vefur bjarm af morgun sól. Hér stóð bær með blóm á þekju, hér stóð bær með veðruð þil, hér stóð bær og veggja brotinn, en það ber við Lækjargil. Ég komin heim í Heiðardalinn, ég komin heim með slitna skó, komin heim að helsa mömmu, komin heim í leitarró, komin heim til að hlusta á lækinn sem hjalar við Mosató. Ég komin heim í Heiðardalinn, ég komin heim með slitna skó. Nú, það er til fræg mynd af ungum dreng, 11 ára gömlum, sem stendur hérna í bæjardyrunum í Sæmundarseli. Það var Eðvarð Sigurgeirsson sem tók þá mynd. Nú, þessi strákur er ennþá hérna í Sæmundarseli, hefur að vísu aðeins brugðið sér af bæ af og til. Núna er hann aðalega að steikja lummur eða bera fram kaffi eða segja gestum sögur. Hér stóð bær sem hríðin barði, hér stóð bær sem veitti skjól, hér stóð bær sem pabbi byggði undir brekk á lágum hól. Hér stóð bær sem blíðust móðir, vígði bæn og kærleiks íl, hér stóð bær og veggja brotinn, en þá ber við Lækjargil. Sumarið 43, við fórum í júlí, svona síðustaginn í júlí. Og þá fór Sæmundarseli í eyði? Þá fór Sæmundarseli í eyði endanlega. Þá til núna byggtar upp bara til að sýna gestu. Og þú stendur hér við bæjardyrnar enn? Já, ég er fæddur 31. Og hvað ertu gamall þegar þið farið hérna? 11 ára. Og hvernig var lífið hérna í Garðabænum? Já, ég man ekki eftir öðrum, það gekk bara. Ég man ekki eftir öðrum, bara það gengi bara við. Og leiði ykkur vel? Það var alltaf nóg að borða mér skoti.
Já, okkur leið ágætlega. Við fundum ekki fyrir neinu öðru, krakkarnir. Við vorum 5. Hvernig er þetta í minningunni, lífið í gamla bænum? Já, það er ágætt. Aldrei kalt? Já, maður sér það nú núna, það hefur svolítið verið kannski kalt stundum, en menn voru náttúrulega bara í prjónafötum eins og mist. Klæddu sig í samræmi við það? Já. En vest var náttúrulega, það breyttist þarna síðust árin sem ég man eftir. Þá komu gúmmístígvél og gúmmískór. Það breyttist allt við það, sko. Þá voru menn ekki svona blautir í fætur eftir það. Var það kannski mesta byltingin á síðustu árin? Já, Nokia gúmmístígvél frá Finnlandi. Það var alveg bylting og líka fyrir þá sem stundu heikap í flóunum. Gátu menn loksins verið þurrir í fæturnar? Já. Þessi unga stúlka er dóttir Lilju og hún var ekki nema 3 vikna þegar Lilja tók hana með sér upp í Sænotarsel þar sem hún var að undirbúa fyrstu sumarvertíðina. Nú það var gróandi og vor í lofti þannig að Lilja lagði dóttur sína frá sér, vafða inn í ullarstranga á túnið og gekk síðan til sinna verka. Og ég var nú bara að þrífa og gera bæinn kláran og hérna var ekki farin að hugsa því að hún þyrfti að eiga barnavagn eins og tíðkast en ég var ekki með neina skepnu með mér og hérna lagði hana bara hérna í grundina og í teppum og steinsofandi náttúrulega. Svo koma hér menn, þetta er nú sennilega svona 10. og 12. júlí og þeir eru alveg hreint steinhissa því að sjá þetta barn liggjandi hérna í reifum út á túnu lengst upp í heiði en finna mig nú á endanum inn í baðstofu og ég fer nú út og fer að huga að barninu og þá segir einn þeirra og hvað heitir barn sem liggur hér upp í Jökuldalsheiði út á túni? Þú mátt giska 3, segi ég og þá segir hann strax barn sem liggur hér úti upp í heiði hlýtur að heita Halla Sóllilja og það heitir hún. Er svolítið bjartur í sumarhúsum í Sænotarseli? Það er svolítið bjartur. Það er mjög mikið það að Íslendingar tala það. Við tala sjálfstætt fólk og bjart í sumarhúsum. Ég tek eftir því að hvað eru mörg ár síðan og fórst frá Austurlandi. Þú hefur búið á Akureyri síðustu árin? Já, 32 ár. En þú heldur samt Austfiskunni? Já, maður gerir það. Hún glattast ekki? Nei, hún glattast ekki. Komin heim í leitarón. Eða vonandi gleymir Eyþór ekki Austfiskunni. En úr Sænotarseli skulum við fara í Egilsstaði og heilsa upp á framkvæmdastjóra Orm Teitis. Nú út af hvað gengur hátíðin í ár? Nú, Ormsteiti er 10 daga menninga- og listahátíð hérna á Héraði og nær hérna út allar koppagrundir upp í Möðrudal og hérna út allt Hérað. Ormsteiti er uppskeruhátíð fyrir sveitirnar hérna og þeir sem eru í framleiðslu til dæmis. Það er ástæðan fyrir tímasetningunum líka, þess vegna er þetta svona sent og þess vegna er þetta svona langt líka til þess að allir getur komið með sína uppskerur og við verðum til dæmis með bændamarkað hérna á miðvikudeginum 20. Þetta hefst á degi eldri borgara á föstudaginn og þá er líka svona formlegur skreytingadagur fyrir hverfin og það eru öll hverfi sem taka sig saman og eru keppni hvaða hverfi er mest skreytt og þetta eru svona litakeppnir og við verðum til dæmis súpukvöld í Fellum. Fellamenn ætla að taka vel á móti öllum bæjarbúum og sveitafólkinu og gestum og gangandi. Og síðan á laugardaginn þá er karnevalhátíðin og hverfahátíðin og við erum einnig að fagna því að Hött er á 40 ára starfsafmæli. Nú flest bæjarfélög láta sér duga eina helgi undir sínar hátíðir en héraðsmenn taka í þetta hvað 10-11 daga. Það munar ekki það þegar héraðsmenn taka sér til. Nú, það er vegna þess að við erum eitt víðfeðmesta sveitafélagið á landinu og það þurfa að hugsa alla og allir koma í stað og við reynum að leyfa hverju sveitafélagi að eiga svona sitt pláss í hátíðinni.
við viljum bara leggja áherslu á að þetta hátíð ekki eingöngu fyrir okkur hérna, heldur bara allir velkomnir og það er bara gaman að sjá sem flesta. En það ástæða til þess að hvetja héraðsmenn til þess að vera duglegir að taka þátt í atriðum Ormheitis. Það greinilega lagður mikill metnaður í dagskrána en þetta veltur allt á því að fólk sé duglegt að vera með og tilbúið að skemmta sér. En úr Ormsheiti förum við á Stöðvarfjörð en þar stórkostlegt steinasafn. Ég var að horfa á súlurnar upp á halsfjallið hennar Petru hér við Stöðvarfjörð. En þeir sem leiðeiga Stöðvarfjörð, þeir mega ekki láta hjá líða að heimsækja steinasafn Petru. Þetta stórkostlegur ævintýra heimur. Þetta eru steinar sem Petra sankaði að sér í gegnum tíðina, kom fyrir hérna í garðinu sínum og heimilið hennar líka fullt af steinum og reyndar mörgu öðru. Það eru líka fuglar, margir fuglar Íslands. Nú Petra lést 10. janúar síðastliðinn en hún hér ennþá, falleg stytta af henni, gerð úr rekaviði og afkomendur Petru eru staðránir í að halda merkjarnar á lofti og halda safninu opnu og það jafnvel enn verið að auka við það. Við ætlum að reyna það. Það hafa allir mjög mikið áhuga á því að halda þessu við. Húsið alveg eins og það var þegar hún fór. Við erum engu breytt. Eru 4 systkinin, skiptist þið þá á að vera hérna? Já, við tökum hvern mánuð. Þau koma, systkinin mín að sunna, koma hérna yfir sumartíman og eru hvern mánuð. Og ykkar börn og barnabörn, eru þau líka tilbúin til þess að hjálpa til? Já, þau hafa mjög gaman að því og þeim finnst alveg yndislegt að koma hingað og eru öll að tína. Enn verið að bæta í safnið? Já, þau fóru tvö hérna upp í fjall klukkan 5 og voru komin miðnætti og dóttir mín var með 35 kíló og frændi hennar, bróðir minn afans, hann kom með 45 og hún sagði ég gat ekki staðið upp nema hann hjálpaði mér. Þannig að þetta virðist vera í genunum? Já, það það. Og eldri krakkarnir bara öll eru mjög duglegir að tína steina. Þannig að steinasafn Petru kemur til með að frekar að aukast heldur en hitt á komandi árum? Já, vonandi. Ég vona að þau halda áfram krakkarnir, barnabörnin hennar og langömmubörnin og öll halda áfram að hugsa vel þetta. Nú mjög sérstakt að koma hérna inn í þetta hús sem var bara íbúð mömmuðinnar þar til fyrir skömmu. Já. Hér hefur alltaf verið alveg fullt af fólki hjá henni. Hún bauð öllum inn. Alveg sama hvenær fólk kom, það var öllum boðið inn. Löngu áður en þetta var formlegt safn? Já. Hún opnaði klukkan 11:30 á kvöldin og fór snemma á fætur ef einhver skyldi koma til að geta boðið inn. Og hún þurrkaði fötin þeirra sem komu blautir labbandi, puttalinga. Var ekkert ónæði, nú ert þú fædd hér og uppalinn, var ekkert ónæði af þessu þegar þú manst eftir í æsku? Jú, okkur fannst það nú stundum hálfleiðilegt þegar við vorum að koma heim að borða að við þurftum að bíða með var verið að sýna gestunum. Og lengi vel tók hún ekkert fyrir þetta? Nei, og þegar við fórum að segja við hennar nú skildum við fara að taka fyrir og bara láta byggja þetta upp, þá fór hún svona afsýnist fyrst til að byrja með. Hún lítið það ekki. En svo sá hún að hún gat ekki gert þetta allt nema að fá svona hjálp með að láta borga það sinn. Kostar nú sitt að reka svona hús og halda við svona safni? Já, hún lagði allt sitt í þetta. Og með okkar hjálp. Við vorum alltaf tilbúin að koma hjálpin. Hafið einhverja hugmynd hvað eru margir steinar þetta? Nei. Þeir eru óteljandi. Já, ég held það. En okkur sagt að þessi stærsta steinasafn í heimi. Í heiminum? Já. Það ekkert annað. En við vitum náttúrulega ekkert
meira það. Og ekki mikil ásókn, ekki stöðugur straumur ferðamanna hingað allt sumarið? Jú, það rosalega mikið í sumartíma. En þið eru tilbúin að sýna safnið, hvenær sem nánast allt árið kring? Já, ef við erum heima, þá opnum við. Það er opið frá 15. maí, segjum við, fram að 15. september. En við erum oft búin að opna hér í apríl og alveg fram í október. Ég veit núna eru ferðið bæði janúar, febrúar og mars hjá okkur. Og hérna nánast allt eins og hún skildi við það. Allar stofur undirlagðar af steinum, fuglum eða einhverjum öðrum náttúruminjum. Hún hefur tekið eitt og eitt herbyggi fyrir eftir sem að þið börnin fluttuð út. Já, þá fór alltaf að koma meira og meira brotin í húsi. Og var hún byrjuð að safna strax bara á unga aldri? Já, hún sagðist alltaf hafa safnað steinum. En ekki halda þeim saman kannski ekki fyrir hún fór að búa sjálf. Ég man ekki eftir öðrum steinu hérna. Hérna ekki bara steinar, hérna eru líka fuglar. Þetta fræðast heilmikið fuglalíf á Íslandi. Það byrjaði nú þannig að kunningjarnar vildi endilega láta hann hafa sína fugla. Þá fannst henni þetta svo fallegt að hafa fuglana með steinunum að hún fór að láta stoppa upp. Og svo höfum við haldið áfram. Hefur þið myndum hvað hér eru margar fuglategundir? Nei, ég hef aldrei talið. Það er eins og með steinana, þeir eru óteljandi. Já, sko maður horfði, þessi steinar voru bara steinar, ég var aldrei að hugsa það. Ég hafði lítinn áhuga. En ertu búin að fá áhuga? Já, ég vil passa þetta vel. Við viljum það. Við viljum ganga þetta vel og hafa þetta fínt. Þetta er náttúrulega það sem hún er búin að vera að vinna við alla sína ævi með vinnu. Þetta er lífið hennar mömmuðinnar. Já. Foldin þín fríð og kær, fóstur jörðin hrein og tær, undir dagsins bjarta blossa, blóm í þinni moldu grær. Já, þú munt hljóta lífsins ljúfu kossa, ef lærirðu að njóta þess sem hlustaðu á landsins fögru fossa, þá finnurðu að lífið býr í þér, allt sem þú átt, augu þín sjá. Hvernig landið heilsar þér, allt sem þú átt, augu þín sjá, fjöllin í fjarska, svo fögur og blá, Hafið þið gert eitthvað af því að vinna úr steinunum? Við erum að búa til hérna smá svona dotteri sem okkur dettur lögar. Það kemur alltaf eitthvað frá öllum og þá er farið að gera. Ég sé líka hér fallega skartgripi með steinum og úr safni Pétur. Það er gullsmiður í Kópavogi, Halldór. Hann hefur fengið steina og er að smíða fyrir okkur. Og það er bara það er hennar steinar og það er bara selt hér. Hvað segir fólk þegar kemur hér í safnið? Er fólk ekki
steinhissa? Maður eiginlega getur ekki sagt að sumir bara fara að gráta. Bara fá að sittast niður, taka fyrir andlitið. Það segist verða fyrir einhverju sem orku eða einhverju svoleiðis að það bara á ekki orð. Nú eru hér ótrúlegir steinar, margir, já, maður á alla orð til þess að lýsa þeim mörgum hverjum. Er þetta bara allt hér úr sveitinni? 85% sagði hún að væri hér úr Stöðvarfirði. Úr Stöðvarfirði og fjöllunum í kring. Já, og svo fór hún náttúrulega þegar hún eignaðist bíl, þá fór hún að fara bæði hérna suður og austur og vest, eða svona norður. Hún fór eftir vinnu þegar hún var búin að vinna í frystihúsinu, þá fór hún upp í fjall og var alveg öll kvöld þar eða inn í fjöru. Svo þegar hún fór á hjúkrunarheimili á Fáskrúðsfirði þá brotnaði hún. Hún sagði, ég er búin að vera ein að þvælast öll fjöll. Aldrei neitt komið fyrir mig. Svo þegar ég kom niður á hjúkrunarheimili, þá brotnaði ég. Það detti ég bara. Og margir steinar svona í þessari myndi mitt, það hlýtur að vera stórkostlegt að ganga hér fjöll og firnindi. Fjöllin eru fjarskafalleg en það hlýtur líka að vera fallegt að skoða þau nánar. Já, það er rosalega mikið fallegt hérna upp í fjall. Fallega gönguleiðir og bara fjöllin eru æðislega falleg hérna. Og hún elskaði náttúrulega súlurnar okkar sem er hérna beint á móti húsinu.